Að hverju ætlar þú að segja nei við nýju ICER-lögunum í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu? Ég vil fyrst og fremst rísa upp gegn mjög óréttlátu fjármálakerfi í heiminum og sem ég segja almennt virka þannig að það offramleiðir skuldir og veltur yfir á almenning í einhverju formi. Og Icesave þykir mér vera, það svona einn stór pakki, birtingamynd þessa ferlis og þessa kerfis og ég mjög stoltur af hvernig þjóðin tók sér völdin á síðasta ári og tók sér ákvörðunarvöld í hendur og hafnaði síðasta samningi og mér finnst hún ætti að gera það aftur núna þótt að vextir séu lægri, aðeins hagstæðri samningur en sko grundvallarmálið að við eigum ekki að láta einkaskuldir fara yfir á almenning. Ég sé bara þetta tækifæri fyrir íslensku þjóðina senda skýr skilaboð heim þar sem við byrjum þetta ferli þar sem að Icesave þessi dómínókubbur kemur ferlinu á stað og fellir þetta óréttláta fjármálakerfi í heiminum og mér finnst þetta mjög gott tækifæri sem íslenska þjóðin hefur og þetta þessi mikla ábyrgð sem að hvílir á íslensku þjóðinu að vera í þessari aðstöðu að geta komið þessu keðjuverkunarferli að stað og ég segi nei þessari atkvæðagreiðslu. Það kemur ekkert annað til mála heldur en að segja nei vegna þess að okkur ber ekki skylda til að láta þetta falla á almenning og við erum ekkert ein hér með þessa ábyrgð, Bretar báru ábyrgð, Hollendingar báru ábyrgð en þeir virðast ekki ætla að gera neitt í sinni ábyrgð þá að velta þessu yfir á okkur alfarið og þar að auki á ríkið að taka ábyrgð. Mér finnst þetta vera bara það stórt mál að í svona tilfellum þurfi réttarstaða hvers ríkis að vera skýr. Það gengur ekkert annað upp. Og þess fyrir utan þá þegar verið að tala um áhættu. Fólki tali trú það að það sé svo lítil áhætta ef við segjum já. Eignasafnið sé svo gott hjá Landsbankanum gamla. Ég veit ekki betur heldur en að þar sé stór hluti skuldabréf frá Nýja Landsbankanum og ríkið að dæla fé í Nýja Landsbankan vegna þess að hann ekkert svo afburðastöndugur og eru þetta nú fínu eignirnar og eru þetta þá ekki afskrifuðu lánin okkar heimilana sem að þau eru að fá núna á fáralegum útreikningum. Ég ekki að sjá annað heldur en almenningur sé nú þegar látin borga allt í topp. Þannig að nei, ég sætti mig ekki við þetta og einnig það að ef að eitthvað verður óljóst og það þarf að dæma eitthvað í þessu máli, þá kemur það fram í samningnum að það búið að færa gerðardóminn frá Íslandi til Bretlands og Hollands. Nei, ég sætti mig ekki við þetta. Ég segi nei við Icesave. Ég ætla að segja náttúrulega nei af þeirri grundvallar ástæðu að mér ber bara ekkert að borga þetta. Mér ber ekki nein skylda til að taka á mig skuldbindingar annara. Það bara alveg út úr kortinu að ég fara að bjóðast til þess að borga eitthvað sem aðrir endur til og fyrir utan ég á ekkert fyrir þessu. Þjóðin stendur bara berskjölduð fyrir þessu. Ég til að það ég senda þetta til föðurhúsanna og við eigum að gefa þeim náttúrulega bara Landsbanka þrotabúið. Það bara mín persónulega skoðun. Hér fólk á hungurmörkum og ég get ekki tekið af mig skuldir í stigaganginum eða hitaveiturreikninga fólksins þar. Það bara alveg út úr kortinu og það kannski mín óska fólk þá fara að vakna og fatta það. Við eigum ekki að borga. Það þarf engin fræðileg rök. Við skulum sjá þetta fyrir dómi fyrst og kannski skora á Breta að senda þetta inn í dómsal og Hollendinga. Það ósk bresks almennings og ég vil ekki bregðast breskum almenningi með því að samþykkja þetta. Það mín rök líka. Breskur almenningur vill ekki að við segjum já. Þeir vilja að við segjum nei, þannig að það skapist ekki fordæmi. Sama með Hollendinga. Og Evrópa býður og heimurinn býður eftir að við segjum nei. Við erum stolt, viðurkennum smæð okkar en við erum stolt og stöndum í lappirnar, segjum nei. Ég ætla að segja nei vegna þess að ég ber hag barnanna minna og barnabarna fyrir brjósti og ég vil ekki sjá skuldir einkafyrirtækja velti yfir á almenning svona eftir á. Ég held að það sé stjórnarskrárbrot. Það stendur í íslensku stjórnarskránni að það megi ekki. Það þarf að vera heimild fyrir svona gjörningu fyrirfram og
ég skítrædd við að taka svona stórt myntkörfulán upp á von og óvon til næstu, 35 ára. Nei takk, nei við Icesave. Ég tek undir gagnrýni eins þekktasta hagfræðings heims, Bretans John Case, sem skrifaði grein í Financial Times í febrúar 2010. Þar sagði Case að reglur Evrópusambandsins innstæðutryggingar fjármálakerfisins hefði fallið á fyrsta prófinu. Með því að hafna samkomulaginu við Breta og Hollendinga séu Íslendingar að senda táknræn skilaboð heimsbyggðina alla. Að ekki verði við það unnað að almenningur sé látin taka á sig byrðar á óreiðu skuldum fjármálakerfisins. Réttlæting fyrir ruddaskap breska stjórnvalda í garð Íslendinga hinn sama og ruddan nota ávallt. Við gerum það að því við getum það. Þjóðaratkvæðagreiðslan gefur almenningi tækifæri til að hafna því að við skulum bera fjárhagslega ábyrgð á mistökum banka og bankamanna. Hann lauk svo grein sinni á því að segja bresk stjórnvöld við ættum að skammast okkar. Sami tónn kemur ávallt frá öllum ritstjórum bresku blaðana. Þeir taka undir málstað Íslendinga. Dr. Elvira Mendes Pinote við Háskóla Íslands talar réttilega að without social justice there is no future for Europe. Rithöfundur Einar Már spyr sömu spurningar og 90% þjóðarinnar og fólk í alheiminum almennt. Af hverju á almenningur að axla ábyrgð fjármálakreppu auðstéttarinnar? Bara að því að auðstéttin geti haldið áfram eins og ekkert hafi í skorist. Að greiða úr skuldum sem við stofnuðum ekki til, búin að játa okkur glæpinn sem við frömdum ekki. Jafnamenn á Íslandi vilja að við borgum þessa steypu. Sú greiðsla á að vera inngönga inn í Evrópubandalagið. Evrópubandalagið og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafa tekið að sér að vera handrukkara fyrir Breta og Hollendinga. Það hlutverk kunna þeir vel. Að beita kúunum og þvingunum fyrir fjármagnseigendur gegn illastöddum þjóðum í neyð. Síðan matsfyrirtæki eins og Moody's fengið í lið með þeim til að setja þá pressu að við borgum glórulausar skuldir og við erum sett í ruslflokk. Þetta sama fyrirtæki gaf bönkunum AA einkunn. Ekki boðleg vinnubrögð. Hér gildir því hið fornkveðna að gróðinn skal einkavæddur en tapið þjóðnýtt. Ótrúlegu fjöldi landsmanna orðinn svo þreyttur og leiður á þessu ömurlega máli að þeir eru tilbúnir að samþykkja Icesave 3 til að sleppa við frekar Icesave umræðu og leiðindi. Speki Svava Gestssonar, ég nenni ekki að standa í þessu lengur, hefur þannig smitast yfir á stóran hóp kjósenda. Það illa komið fyrir þjóð og ráðamönnum sem ekki nenna að verja hagsmuni þjóðarinnar. Sérstaklega þegar lögfræðileg, hagfræðileg og heimspekileg rök eru öll okkar megin í málinu. Þessum pólitíska hráskinnarleik ríkisstjórnarinnar aðgangsmiða inn í EB verður að ljúka með nei.